is a weapon, it's more than a sound. My praise is a shout that brings every code down. Woo! As long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, praise the Lord today. Praise the Lord, hey. Praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. Praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign, I praise 'cause you reign, I praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, I praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. 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 I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Woo! Praise the Lord. Waking up to your glory, mercy falls like the sun still rising, gracious new every morning, to light the world with the hope inside us. Hear the anthem, it's rolling anthem, burning with your love. Let every voice sing, let every part of me speak of all you've done. I am alive, you have made this harder than you. Yeah.
velkomin á samkomu hér í dag og við erum að senda út á YouTube í dag, held ég bara, eða inn á hópnum okkar líka kannski. Allavega, við ætlum að biðja Guð að vera með okkur í dag, við ætlum að lofa Guð hér í dag, má ég heyra amen? Amen. Við erum allavega komin hér til þess að lyfta upp nafni Guðs og vegsam hans nafn því að hann verður að vera lofaður. Heilagur Drottinn, ég þakka þér fyrir trúfestinni, ég þakka þér fyrir að við fáum tækifæri á að vera hér í dag og gefa þér dýrðina. Ég þakka þér fyrir að við fengum að vakna í morgun, Drottinn, ég þakka þér fyrir þá gjöf að þú gafst okkur andadrátt í dag, Drottinn Jesús. Ég bið þér, Drottinn, að mæta okkur til andar, sálar og líkama, Drottinn, og ég bið þess að lofgjörðin fari hér fram og verði þér þóknanleg og þegar orðið er talað þá ferða inn í and okkar, það fer inn í bein okkar, það vex og ber 100-faldan ávöxt. Í þínu heilaga nafni, Drottinn, í Jesú nafni, amen. Við ætlum að halda fram að lofa Guð og endilega lofi Guð með okkur. For eternity, join the song they already singing. Holy, holy, holy are you, Lord. Just to bow down before your throne, see your face and cry because you're holy, holy. Holy are you, Lord. Jesus, King of kings. Jesus, Majesty. Wait for eternity. Join the song they already singing. Holy, holy, holy are you, Lord. Just to bow down before your throne, see your face, I'll cry out because you're holy, holy, holy are you. Jesus, King of kings. Jesus, Majesty. Jesus, King of kings. Jesus, Majesty. Those who have heard, well done. Whatever you do, well, one who's faithful, faithful are you, Lord. You begin human endless day. Heaven's wise we
Helgist þinn nafn Jesús. Við lofsyngjum nafnið. Við lofum þig heilagur. All the saints and angels bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, you worthy of it all. You worthy of it all. Tack Jesus. And from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory.
þess alls, Drottinn minn. Við gefum þér í dag, Drottinn, við gefum lofgjörð okkar í dag. Við lyftum höndum okkar í dag. Við gefum þér líf okkar í dag, Jesús. Ég bið þig, Drottinn minn, snert okkur í dag, landa sálar og líkama. Heilagur Guð, við lofum þig, heilagur ertu, Jesús. Helgist þitt nafn, Jesús. Amen. Drottinn Jesús Kristur verður að vera lofaður. Má ég heyra amen við því? Halleluja. Hann verður allar lofgjörðar og dýrðar. Halleluja. Þakka þér Jesús. Halleluja, Drottinn. Amen. Við ætlum að taka samskot núna. Og fyrir ykkur sem að þekki ekki til, fyrir ykkur sem nýja, þá bara samskotabaukurinn aftast. Þið getur bara staðið upp og bara gefið í baukinn og svo hérna posi frammi. Þannig að ef þeir eru með eitthvað rafrænt að þá getið þið bara gefið posa frammi og svo kemur reikningsnúmer upp á skjáinn. Amen. Halleluja, Drottinn minn, Jesús. Ég bara þakka fyrir það að þið bara finnir ykkur frjálst núna bara til þess að gefa. Drottinn Jesús, ég bara þakka fyrir það að þú ert náðaríkur og miskunnsamur Guð. Ég þakka fyrir það að þú gafst af örlæti inn í líf okkar, Drottinn Guð Jesús. Og ég þakka fyrir það að þú kennur okkur að gefa eins og þú hefur gefið inn í líf okkar, Drottinn minn, Jesús. Í Jesú nafni, amen. Mér langaði aðeins bara örstutt, ég ætla ekki að tefja lengi en áður en fyrir mig lóngjörinn aftur, það langaði mig örstutt að bara deila þessum að Drottinn hefur sýnt mér. Drottinn gaf mörgum okkar Psalm 23 fyrir þetta ár. Drottinn hefur gefið mér Psalm 24 fyrir þetta ár sem er að koma. Og fyrir ykkur sem viti ekki að þá hefur kirkjan í heilsinum allan heim verið að fara úr einu tímabili yfir í annað. Og síðustu 3 árin höfum við verið að fara inn í hægt og sígandi inn í nýtt tímabil. Við vorum í því að fá að upplifa og sjá á síðasta tímabili, síðasta áratug. En núna þurfum við að læra að tala út og taka vald með munn okkar. Og það er rosalega mikilvægt að við lærum að þakka og lofa Drottinn í dag. Hvað segir Sálmi 100? Ganginu hliðans með þakkagjörri sál og inn í forkarar hans með lofgjörð. Og Sálmi 24 hefur með dyr að gera. Næsta ár hefur með dyr að gera. Margvíslega dyr. Þið þurfa að finna ykkar dyr til þess að ganga innum. Og leiðin er þakkagjörð og lofgjörð og iðrun. Halleluja. Þannig að við erum búin að kenna um iðrun og ég vil bara hvetja ykkur núna bara til að standa upp til að fara inn í lofgjörðina Drottins og ég er bara svona aðeins að opna þetta upp en að þegar Guð gefur mér þá mun ég tala betur um þetta og fara dýpri í þetta. En í Sálmi 24 segir meðal annars, þér öldnu dyr, hefju upp hliðiðar, að konungur dýrðarinnar megi inn ganga. Og við vorum að syngja dýr Drottins. Hann verður að falla á lofgjörð dýr. En núna mun dýrinn hans opinberast meira fyrir þá sem að munu ganga inn þessa dyr. Halleluja. Vá, þetta er rosalega magna. Ég hlakka til að tala þetta einhvern tímann. Þannig að gera svo vel fyrir minni lofgjörðina aftur. Amen. Y aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Y aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Y aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Y aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness.
darkness, my God, that is who you are. You are way make, miracle work, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. Miracle work, promise keep, light in the darkness, my God, that is. Má ég heyra ykkur syngja saman? Waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness, Halleluja. Það er svo magnað þessi texti. Það er svo magnað. Hann gerir leið úr engri leið. Þegar þú horfir og þú sér bara myrkur, ógöngur, fjöll og ég veit ekki hvað, þá kemur Guð og hann gerir leið þar sem engin leið er. Hann er promise keeper, vitið þið hvað það þýðir? Hann heldur loforðin. Hvað stendur í orði Guðs að við séum? Við erum börn hans. Ef að Sandja mín kemur til mín og segir, mamma, mér langar svo mikið í hús. Ég myndi fara í mola, get ekki gefið henni hús. Hversu miklu fremur er Guð tilbúinn að gefa þér það sem stendur. Nei, þið fattið ekki. Guð er búinn að segja hérna í þessu, hann segir, ég er. Vitið hvað það þýðir? Það þýðir, Guð er það sem þú þarft. Guð er læknir. Guð er vinur. Guð er faðir. Guð er kærleikur. Guð er líf.
Guð er lausn, Guð er styrkur. Það skiptir ekki máli hvers þú þarft í lífinu. Það sem skiptir máli er að Guð er, ég er. Hann segir, ég er. Hvað þarftu barn mitt? Það er eina sem hann segir ekki, ég skal leiða þig. Jú, hann gerir það, hann leiðir okkur. Hann segir ekki, ég skal bara, þú fær þennan stand. Hann segir bara, ég er. Hvað þarftu? Þetta, þegar ég fattaði þennan lykil, þá fattaði ég lífið. Og þegar við göngum í gegnum dimman, djúpan dal og við sjáum ekki út, þá er hann þar og hann leiðir okkur. Það kemur hann er promise keeper, light in the dark. Þegar við förum í gegnum dimman, djúpan dal og við segjum Jesú, þá segir hann, barn mitt, ég er með þér. Ég er ekkert fyrir utan, ég er með þér. Og þegar við göngum í gegnum dimman, djúpan dal, það er fyrir okkur að gera okkur að betri manneskjum. Það er til að efla okkur. Guð er að gera þetta til þessu barn mitt. Ég vil sjá þroska. Ég vil sjá taka næsta skref, ekki tjalda. Ég er ekki beðin að tjalda. Taktu tjaldið, ýttu þið út. Taktu skrefið, það er aðeins erfið. Taktu það bara. Finndu hérna, startu og taktu það. Guð er ekki búinn að setja okkur í þessa kringumstæðum til þess að skilja okkur eftir í þeim. Hann er búinn að setja okkur í þessa kringumstæðum svo við finnum næsta þrep og segjum, Drottinn, ég er að koma. Það skiptir ekki máli, ég er að koma. Halleluja! Og þetta skiptir svo miklu máli. Þegar þetta kemur í líf okkar, þegar við föttum. Það er svo margir sem eru inn í einhverju kringumstæðum akkurat núna. Og Guð vill segja, ég er ekki búinn. Treystu mér. Kallaðu. Við verðum að tala út. Við verðum að segja það sem við þurfum. Drottinn, ég verðum að mæta brotnu hjarta. Drottinn, mættu líkama mínum. Drottinn, mættu sál. Segjum það. Hann segir, þið fáið ekki af því þið biðjið ekki. Við verðum að biðja það út. Við verðum að tala það út. Sorry. Þetta er þvílíkur Guð sem við eigum. Og svo er fólk hissa að við látum eins og við látum á samkomum. Vitið þið hvað, ég væri ekki hér í dag nema væri fyrir Guð. Ég væri ekki lifandi í dag eða væri ekki fyrir hann. Ég er ekki einfalt kraftaverk, ég er nokkur kraftaverk. Og í dag stend ég þvílíkur Guð sem og ég er búinn að horfa á síðustu ára og ég segi, Guð, og ég er bara þetta í dag. En það er af því að Guð er að byggja mig upp. Guð hefur alltaf byggt mig, alltaf meira og meira og sagt, kona, ég er ekki búin með þig, ég ætla að stappa eins meira stál í þig. Og þó að ég sá bara tómt myrkur, þá sá Guð, býttu bara aðeins, þetta er að koma, býttu bara aðeins meira. Og ég gerði það aðeins meira. Og ég held áfram að gera aðeins meira þangað til Drottinn. Annarkvort sæki mig eða ég fyrir til hans, það skiptir ekki máli, annarkvort. Vitið þið hvað, þetta er svo magnað. Þetta er svo magnað, munum. Talið út það sem við þurfum. Ekki bara hugsa. Segja, Drottinn, sita í hugsunum mínum. Já, svo erfitt. Það er miklu fyrir sem eiga erfiðara heldur en þú. Taktu bara, Drottinn, hvað viltu að ég geri við þetta? Hvernig viltu, hvernig get ég? Ég segi alltaf, hvernig get ég lagað mig? Hvað get ég gert til að laga þetta? Ég er að segja ykkur að sársauki, myrkur. Og þegar Guð fær að stýra okkur, þá gerast kraftaverkin. Alls ekki. Nei, þetta er ekki eins og Guð sagði mér að láta það flakka. Sérst að ég bara geri það. Miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. Miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. Takk Jesus.
kveiktu eld í okkur, drottinn Jesús. Heila drottinn Jesús. Enciende un fuego en mi corazón que no pueda contener ni tener control. Quiero más de ti, Dios. Quiero más de ti.
that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Thank you, Jesus. Takk Jesus. Helgist þitt nafn, drottinn Jesus, halleluja. Takk Jesus. Dísi fyrir Jesus, halleluja. Og allir liðurinn sagði, halleluja. Hvað að gerast hérna? Þvílíkur eldur og kraftur. Það bara ég eða hjálpi mér? Ég bara var viðþolslaus hérna í lofgjörni. Ég hugsaði bara, ég upplifði bara eins og ég var að fara að springa. Ég alltaf eins og ég sé að fara að springa, þið viti hvernig ég En vá, þetta var magnað. Eitt sem ég vildi bæta við sem að Jóhanna var að segja, það ástæða fyrir því hann heitir Ég Það ekki ég var. Það ekki ég verð. Það ég Þannig í dag, vinir, þá hann ég Og það eitthvað sem við þurfum að taka á móti. Hann hefur allt sem við þurfum. Og vitið það best í heimi að setja hlutina bara í fangið á drottni. Hann mun vel fyrir sjá. Og það eitthvað sem að þarf að heyra þetta í dag. Hann mun vel fyrir sjá. Amen. Við erum búin að vera að tala lofgjörð og við erum búin að vera að tala iðrun. Og síðasta samkoma þá vorum við að tala iðrun. Og ef að þið mistuð af henni þá iðrun það að við komum fram fyrir Guð með broti hjarta yfir eigin gerðum, eigin viðhorfi, eigin heimsku og við auðmýkjum okkur. Iðrun auðmýkt frammi fyrir Guði. Hinn hlutin af teningnum sá að hann fyrirgefur okkur. Og vinir, það fólk sem hefur farið og hér inni, sem hefur farið gegnum erfiða tíma, hefur jafnvel gert hluti sem að það vildi óska þess að það hefði ekki gert. Oft situr þetta eins og mara á okkur. En við megum ekki vera eins og Júdas. Hann sannarlega iðraðist gerða sinna. En hann gat ekki sleppt þeim og hann fer út og hann hengir sig. Ég tók 3 dæmi á sunnudaginn. Við eigum að iðrast eins og Davíð iðraðist. Við eigum að treysta á gæsku Guðs. Og vinir, það alltaf nýtt upphaf í drottni. Má ég heyra amen? Það nýtt upphaf í drottni. Og ég svo spennt fyrir bara komandi tímum, komandi ári. Og það sem ég líka svo spennt fyrir að það rísa upp alveg ótrúlegar hetjur hérna í kirkjunni. Þvílíkir stólpar sem við erum með. Árni búin að vera að tala orð sem bara magnað. Og í dag ætlum við að heyra orð frá henni Þorgerði. Og hún talaði reyndar hluta því í fræðslum daginn. Hvert segir Guð þið vera? Amen. Við þurfum að vita það. Við þurfum að vita hver Guð og hver við erum í honum. Við ætlum að rísa á fætur og við ætlum að biðja saman. Það sem að skiptir öllu máli á samkomu sem þessari að hjarta okkar sé meyrt, að hjarta okkar sé mjúkt og tilbúið fyrir það orð sem að Guð vill koma með til okkar. Ef að þú hefur hört hjarta og leið mér að útskýra það, ef að þú átt einhverja hluti sem óuppgerðir, það reiði að biturleiki í hjartaðinu. Bitu Guð að mýkja hjartað þitt. Það svo mikilvægt, vinir, að við leyfum Guð að mýkja hjartað okkar. Út að hjartað okkar svo jörð sem að vill sá sínu sáðkorni í. Það svo mikilvægt að við höfum mjúkt hjarta. Og vinir, Biblían kennir, hann vill taka úr okkur stein hjartað og gefa okkur hjarta úr hold og blóði. Og við ætlum að taka við þessu hjarta sem að Guð vill gefa okkur í dag. Og við ætlum að biðja hann að gefa okkur nýjan og stöðugan anda. Má ég heyra amen? Biðjum saman. Drottinn, við bara komum fram fyrir þig. Ég lyft upp nafni þínu, drottinn minn, því að þú drottinn minn, sá sem að þú segist vera. Þú það það sem þú
Drottinn minn, og ég þakka þér fyrir það að þú ert hér í dag. Og Drottinn, þú ert að vinna fyrir anda þinn, Drottinn minn, og ég bið þig að koma inn í, Drottinn minn, aðstæður okkar. Viltu tala til okkur í dag, Drottinn minn, og gefðu okkur náð að við erum ekki bara heyrendur, heldur að við tökum við orðinu sem að fer í góða jörð, að við, Drottinn, nærum orðið og við hugleiðum orðið og við tölum út orðið. Að, Drottinn minn, að við vitum hver við erum í þér, Drottinn minn, og Drottinn, að við sjáum þennan ávöxt sem er, Drottinn, samfara iðrun, Drottinn. Og ég bið, Drottinn minn, fyrir einum og sérhverjum. Ég kem í gegn þunga, ég kem í gegn þunglindi, ég kem í gegn kvíða, ég kem í gegn því sem að brýtur fólk niður. Ég kem í gegn öllu óvinarins veldi og ég segi við þig, þú óvinur, þú sigraði fyrir blóð lambsins. Halleluja, þú hefur ekkert vald. Og ég segi þér að sleppa tökunum á líf Guðs í Jesú nafni, í Jesú nafni. Og allir líðurinn sagði, Drottinn, ég bið fyrir Þorgerði þegar hún talar orð þitt. Ég bið að blessa hana. Ég bið, Drottinn minn, að smyrja hana, Drottinn minn. Og við ætlum að taka móti í Jesú nafni og allir liðinu sagði. Amen og amen. Bjóðum Þorgerði velkomna í Jesú nafni. Halleluja. Halleluja. Já, þetta var mögnu lofgjörð, sko. Því líka smörning og maður líka hugsa og segja bara, sko, hvað hefur maður við þetta að bæta, sko. Í alvörunni, að því þegar, þú veist, nærveru Guðs kemur, þú veist, það er bara allt í nærveru Guðs. Amen. Það er allt í, bara finn svo mikla nærveru Guðs, smörningu. Og bara, þú veist, inni og þarft á Guð að halda einhverjum hluta í lífi þínu og einhverju sviði í lífinu, þá bara í andaðinum eða í líkamannum réttu út hendi vegna þess að Drottinn Jesús er hérna og hann er bara til að mæta bara í Jesú nafni. Amen. Ég hlakka til hefur komið til himna og við bara lofum Guð eilífð. Ég hef heyrt neikvæðar raddir, þú veist, frá fólki sem þekkir ekki Jesú og segir, hvað ætla ég að gera á himna? Það er bara að lofa Guð í 1000 ára endalaust. En það skilur þetta enginn nema sá sem þekkir Drottinn og hefur virkilega upplifað nærveru hans, að því hann kemur, það segir í orðinu að já, hann býr í lofgjörð síns lífs. Amen. Þessi titill er kannski hneykslar einhverja, ég veit það ekki. Já, ákvaði þetta með ásetturáði, láta þetta heita þetta og það er örugglega enginn hérna inni eða mjög fáir sem hafa ekki upplifað í lífinu einhver tímann að einhver segir þetta við þau. Hver heldur þú sért? Eða hvað heldur þú sért? Þetta er mjög niðrandi en það er hægt að segja þetta á margan hátt og misskilja það einmitt á mismunandi hátt. Og þetta er háalvarleg spurning sem við þurfum sem kristi fólk að spyrja sjálf okkur fyrst og fremst. Hver held ég að ég sé? Og það snýst þetta. Hver held ég að ég sé? Hver heldur þú að þú sért? Veistu hver þú ert? Og við ætlum að fara aðeins í Guðs orð, hvað Biblían segir þetta. Og passa tíman. Það einhver að taka tíman á mér? Nei. Amen. Ok, Sálmur 139, við vendum okkur bara í fyrsta versið. Sálmur 139 sem að Davíð konungur samdi, sem hún var að vitna í áðan, Davíð konungur í Ísrael. Hann þurfti að iðrast sem er rétt og hann hafiði þetta iðrun og fulla hjarta. Og einmitt, predikun mín í dag er einmitt svona kannski, má segja, kannski hin hliðin á teningnum, hvað Guð segir eða gerir, hvað gerist þegar við erum búin að iðrast og hvernig Guð mætir okkur og segir okkur hvað hann vil tala til okkar. Og ok, Sálmur 139, ég ætla að lesa fyrst 1. til 7. vers.
Drottinn, þú rannsakar og þekkir mig, hvort sem ég siti eða stend, þá veist þú það. Þú skynjar hugreiningar mínar álengdar. Hvort sem ég geng eða ligg, þá athugar þú það og alla vegu mína gjör þekkir þú. Því að eigi það orð á tungum minni að þú, Drottinn, þekkir það eigi til fulls. Þú umlykur mig á bak og brjóst og hönd þína hefur þú lagt á mig. Þekking þín undursamlegri en svo að ég fái skilið of háleit. Ég henni ekki vaksin, eigi vaksin. Hvert get ég farið frá anda þínum og hvert flúið frá augliti þínu. Og amen, þetta magnaður sálmur og síðan segir í 13. versinu, því að þú hefur myndað nýru mín ofið mig í móðurlífi. Ég lofa þig fyrir það, ég undursamlega skapaður, sköpuð, undursamlegur verk þín, það veit ég næsta vel. Beinin í mér voru þeir eigi hölin þegar ég var gjörður í leyni, myndaður í djúpum jarðar. Augu þín sáu mig ég enn var ómyndað efni. Ævidagar voru ákveðnir og allir skráðir í bók þína áður en nokkur þeirra var til orðin. Ætla að fá með vatn. Ég íhugi þetta á meðan. Það svo sannarlega hægt að íhuga þennan sálm. Bak og fyrir. Og Guð, það segir þarna, Guð þekkir okkur út í gegn og einmitt að þegar við komum fram fyrir Guð þá þurfum við að vera heiðarleg og við þurfum að vera hreinskilin. Og við þurfum að vera, Guð hefur þóknun á hreinskilni hið innra, við höfum að ræta það áður. Það líka sálmur eftir Davíð, konung þegar eftir hann þurfti að iðrast. Þá segir hann, já, og þá bara opnuðist augans og segir, þú metur hreinskilni hið innra og í fylgsnum hjartans kennir þú mér visku. Amen, og hann Guð skapaði okkur fullkomin. Hver veit það? Hann skapaði okkur fullkomin. Við vorum á áætlun Guðs áður en við fæðumst í móðurkviði. Og hann hefur áætlað okkar líf, hann hefur óskir okkar vonaríka framtíð. Við vitnum oft í versið Jeremía 29:11 sem segir, því ég þekki þær fyrirætlanir sem ég hef hyggjum með yður, segir Drottinn allsherjar, að gefa yður vonaríka framtíð. Amen. Og við getum já, en við þurfum að spyrja okkur, hver held ég að ég sé? Amen. Og langar að spyrja ykkur og okkur, mig líka, að þegar við lítum til dæmis í spegil, hvað sérðu? Og ekki bara endilega spegil sem er på vegg í baðherberginu, heldur bara spegil sjálfra þíns, eða spegil sálarinnar. Hvernig sérðu sjálfa þig? Og æska okkar og líf, reynsla okkar í lífinu, áföll og aðrir hlutir og jáfnvel annað fólk, það hefur litað líf okkar. Það hefur litað líf okkar og við erum bara reynsluboltar eins og við komum áður fyrir. Og við lifum í syndugum heimi og hann sem er fullur af myrkri og illsku. Og það er ekkert óeðlilegt eða skrítið, við hugsaðum það, að það liti líf okkar. Og þú hefur kannski fengið í gegnum árin ranga mynd af því hver þú ert, hver ég er. Ég veit það með mig, ég hef gefið vitnisburð minn áður og út frá sálmi þessum 139 og líka sálmi 40, þú veist hvernig Guð reisti mig upp úr, bara tók mig og dró mig upp úr glötunagröfin vegna þess að ég var komin með svo ranga mynd af hver hann er, bara mannkyninu og ég hafði enga von, þú veist og ég sagði ykkur, ég sagði við sjálf mig þegar ég var 14 ára gömul, ég hafði svo lélega mynd af bara heiminum að ég sagði við vini mína hátt og skýrt, ég sagði bara, ég ætla aldrei að gifta mig, fyrsta lagi. Ég ætla aldrei að börn, vegna sem ég varst heimurinn svo ljótur og leiðilegur, sem að segja, ljótur bara. Og ég treysti ekki nokkrum skapaðum manni, þú veist, þetta sagði ég var 14 ára, það hefði verið brotið svo á mér. En það er önnur mál, ég ætla ekki að tala um mig í dag en þetta er ég að segja, þú veist, það er allir eiga sinn vitnisburð og mismunandi sögu. Og það er reynsla okkar og áföll og alls konar sem hefur mótað líf okkar og gefið okkur jafnvel ranga mynd af því hver við erum. Og þú getur spurt okkur og þú getur spurt þig, hver var ég þegar ég var pínlítil? Eða þegar þú hugsaðir sjálfa þig þegar þú varst lítil, hverju voru draumar þínir?
hvað langaði það að gera, hvað langaði það að vera, þú veist, og svona, og við gleymum þessu í gegnum árin, af því það kemur eitthvað upp sem að stelur þessu, sem tekur þetta í burtu frá okkur, og og hvað það sem að breytti þinni sýn á sjálfa þig? Og eins og næsta vers sem það Jóhannes 10:10, Jesús talar sjálfur þarna og segir, þjófurinn kemur ekki nema til þess að stela, slátra og eyðileggja. En ég komin til þess að þeir hafi líf í fullri gnægð. Amen. Og þetta snýst, þetta loforðin Guðs til okkar. Allt þetta, þú veist, að brjóta niður drauma okkar, hver heldur á að sért í einhverju niðrandi tóni, allt þetta, ef þetta hefur sagt við þig einhvern tímann í lífinu, það mótar okkur, það stelur frá okkur, okkar eiginleika, okkur draumum, okkar gjöfum og hæfileikum og ýmislegu, alls konar. Og bæði við, Jóhanna, þú ert powerful. Ég held að Jóhanna ætlaði að koma að predika einhvern tímann fljótlega. Vá, ég vissi ekki að þú hefði verið í þér, sko. Þú veist, þú ert smurð í lofgjörunni, en vá, þetta var eins og bara eldpredikun, sko. Amen. Ég lesa mitt áðan Salmur 40 líka, já, Salmur 40, 2-4. Ég hef sett alla von mína á Drottin og hann laut niður að mér og heyrði kvein mitt. Hann dró mig upp úr glötunagröfinni, upp úr henni botnlausu leðju. Og einskur þetta miry clay, en mér finnst þetta ekkert síðra á íslensku vegna þess að þetta veitti mér fótfestu á kletti og gjörði mér styrkan í gangi. Hann lagði mér ný ljóð í munn, lofsöngum Guðvorn, margir sjá það og óttast og treysta Drottni. Og einmitt hann dró mig upp úr glötunagröfinni. Hvað það annað? Glötunagröfinni ef þú ert fastur í syndi, ef þú ert fastur í alls konar lygavef djöfulsins og þú ert búin að hlusta á raddir sem að drepa niður þitt sjálfsmat, drepa niður drauma þína, þú veist, djöfullinn kom til þess að stela, slátra og eyða og við gleymum þessu oft, það kemur ykkur hlutir upp í líf okkar og við bara, þú veist, hvernig gerðist þetta? Er þetta tilviljun? Nei, það er ekki alltaf tilviljun, það er ekki allt í lífinu tilviljun. Djöfullinn er þarna raunverulegur úti og hann vil eyðileggja lífið þitt og við þurfum að vakna og þetta, þú veist, í andlegri baráttu og við þurfum að stríða gegn þessu. Og við skulum lesa Efesus 1. kafla, næsta vers. Páll Póstuli að tala við Efesus kirkjuna. Ég bið Guð, drottins vors Jesú Krist, föður dýrðarinnar að gefa yður anda speki og opinberunar, svo að þér fáið þekkt hann. Ég bið hann að upplýsa sálarsjón yðar, svo að þið vitið eða skiljið hver svo von sem hann hefur kallað oss til, hver ríkdómur hans dýrlefðu arfleiðar sem hann hefur kallað oss til með hann að heilugu, hver hinn yfirgnæfandi máttur hans við oss sem trúum. En þetta sami áhrifamikli kröftugi mátturinn sem hann lét koma fram í Kristi hann vakti hann frá dauðum og lét hann setjast sér til hægri handar í himinhæðum, ofar sérhverju tign og valdi og mætti, ofar öllum herradjómi og sérhverju nafni sem nefnt og ekki aðeins í þessari veröld heldur og inni komandi. Og þetta lag sem við sungum áðan, þetta bara þetta vers, sko. Þú veist, konungar, kings, en hvernig segir þetta, sko? Kings og elders, þú veist, they cast down their crowns. Það er eins og þau taki kórónur sínar og beygir sig frammi fyrir Jesú sem konungur konungana, hann er höfuðið yfir öllu. Fyrir hann allt skapað og í honum og fyrir hann. Og það hann sem að allir þurfa að beygja sig. Sama hvað mikilvægir eru, sama hvort það eru stjórnmálamenn, forsetar, kóngar, hverjir það eru, einhverju stjörnir í Hollywood, vá. Það þarf allir að koma að einhverjum degi og beygja sig fram fyrir konungu í konungana sem Drottinn Jesú Kristur. Og hann hefur, sem sagt, 22. vers sem segir, allt hefur hann lagt undir fætur honum og gefið hann kirkjunni. Hver er kirkjan? Amen. Það bara aðeins að vita hvað þið vita. Við erum kirkjan, ég og þú, amen. Allt hefur hann lagt undir fætur honum, Jesú, og gefið hann, Jesú,
kirkjunni sem höfuðið yfir öllu. En kirkjan, kemur hérna, líkami hans og fyllist af honum sem sjálfur fyllir allt í öllu. Eru þið að ná þessu? Þetta svo frábært vers og sýnir hver við erum í honum. Og það með þegar við fættum það hver Jesús og hver við erum í honum, að við vitum og komumst að niðurstöðu hver ég Það Drottinn, við erum sköpuð í hans mynd og hann gefur okkur hæfileika, hann gefur okkur allt, við erum í líkingu hans. Hann skapaði okkur í líkingu hans og það þess vegna sem við erum ekki skaparar, ekki misskilja mig, en hann hefur gefið okkur hæfileika samt til að skapa vissu marki. Hann hefur gefið okkur hæfileika, þú getur verið í tónlist, þú getur verið rithöfundur, þú getur verið myndlistarmaður, bla bla, hvað nefndi það sko. Og þetta ákveðin sköpun, að því hann hefur lagt þessa eiginleika í líf okkar. Og við þurfum að gefa Guði dýrð í öllu, þetta frá honum. Það eru margir sem að fara að rósa sjálfum sér og segja ég svo klár og ég meira segja ein vinkona mín sem að þekkir ekki Jesú, hún segir, akkur alltaf að tala og þakka Guði fyrir allt í lífinu, akkur þakkar ekki bara sjálfri þér. Þú hefur gert þetta, ég þakkaði Guði ykkur tímann á Facebook, ég segi, ég var að koma frá lækni og það var allt 100%, ég var með góð vítamín, ég var góð með steinefni og allt í góði, það bara ekkert að þér. Og ég segi bara, lofsi Guði. Og hún segi, akkur þetta lofa Guð fyrir þetta? Þetta bara þakkaðu sjálfrið fyrir að borða góða mat og holla mat og passa hreyfingu og þetta. En ég bara vel, og ég sagði það við hana, ég vel að þakka Drottni fyrir allt í lífi minni, af því við eigum ekkert án Guðs. Við getum ekki og við eigum ekki að lyfta okkur upp. Heldur kemur allt frá honum. Amen. Galatabréf 4:7 segir, en þegar fylling tímans kom, sendi Guð son sinn, fæddan af konu, fæddan undir lögmáli, til þess að hann keypti lausa, þá sem voru undir lögmáli. Og við fengum barnaréttin, eins og Jóhanna kom inn á þann. Ég sagði, alltaf nátt bara taka predikunina mína, stela predikunina mína. Við fengum barnaréttin, en þar þér eruð börn, þá hefur Guð sent anda sonar síns í hjörtu vor, sem hrópar Abba, faðir, pabbi. Og það einmitt mín vitnisburður daginn, Guð þurfti á opinberlega minna yfirnáttúrulegan hátt að sýna mér að hann faðir minn, að því minn faðir var ekki góður, hann braut á mér. Og það eru margir sem hafa mismunandi upplifun af sínum föður og við þurfum, Guð vill lækna þetta. Guð vill og hann getur lækna þetta. Amen. Og það segir sem sagt, já, Abba faðir, já, þú ert þá ekki framar þræll, stendur, heldur sonur. En ef þú ert sonur þá ertu líka erfingi að náð Guðs, að ráði Guðs, fyrir ekki. Og Páll postuli var að tala til Rómverja. Og langar að minnast á pínu í Rómaveldi, Rómaríki, þá var það ákveðin svona hefð hjá Rómverjum, jafnvel, að ef þeir áttu ekki börn, ef þeir voru orðnir fullorðnir og þeim hefði ekki öðlast sonur, að þá ætluðu þeir stundum jafnvel þræla til þess að nafn þeirra gæti lifað áfram. Og þegar þeir leystust frá því að vera þrælar og yfir í að vera sonur, það snýst þetta, það hann að skrifa, hann að tala til Rómverja. Þeir skildu þetta, að þegar þú ert ekki lengur þræll, þá ertu sonur, og þegar þú ert sonur, þá ertu erfingi. Amen, hann talar þetta til kirkjunar, hann talar þetta til okkar líka. Og þegar það greiddist upp allar þeirra skuldir, þeir eru erfingjar að þeirra eignum, þeirra ríkidómi, og það var enginn sem gat sagt eða klínt á hann, já, þú ert bara nobody, þú ert bara ekkert, þú ert bara þræll. Nei, hann var orðinn sonur. Amen.
Og þetta magna og hann segir þetta og þetta tilheyrir okkur líka í dag. Og ég ætla að koma inn á aðeins áðan hvernig við getum verið þrælar. Við erum á svo margan hátt vegna mitt fortíðar okkar, þrælar. Þrælar, neikvæðni og alls konar hlutum sem hafa komið upp í líf okkar. Og til dæmis Rómverjabréfið var ég búin að lesa þetta, 8, var þetta vers, já. Já, ekki lengur þrælar, skensat. Og ótti, getur verið rosalega missterkur í líf okkar, því hann segir við erum ekki, í bara þetta fyrsta versinu þér hafa ekki fengið anda sem gerur yður að þrælum að lifa aftur í hræðslu. Það eru svo margir sem eru óttaslegnir í dag, út af mismunandi hlutum. Og hann getur verið missterkur, óttinn getur verið missterkur í lífum okkar. En hann getur litað allt líf okkar, hann getur litað allt líf okkar, það getur dregið úr okkur, dregið úr fólki og það getur gert suma bara alveg magnþrota, þessi ótti. Og ótti ekki í elskunni, segir drottinn, það í Jóhannesarbréfi 4. kafla, hún fara bara í það strax aftur, það segir ótti ekki í elskunni, fullkomin elska rekur út óttan. Þetta tengt vers. Því að óttinn felur í sér hegningu eða á nýju þýðingunni, ég lesi yfirleitt þýðingu bara 1981 þýðingun á biblíunni en í nýju 21. aldar þýðingunni segir býst við hegningu, ok? Fullkomin elska rekur út óttan því að óttinn felur í sér hegningu, hann býst við hegningu, refsingu, en sá sem að óttast ekki fullkomin í elskunni. En óttinn getur lama fólk á svo margan hátt og lamað þína og okkar ætlunarverk í lífinu. Við kannski erum ung og við höfum alla þessa drauma og þrár að gera þetta og við sjáum okkur sem sterk og við upplifum okkur sterk. En lífið getur svo bara allir sér þættir sem ég nefndi áðan, það eru áföll, það eru misnotkun, það eru fólk kemur við okkur og vanvirðir okkur, skilur, á allan og alls konar hátt. Og sem tilfellum getur þessi ótti sem skapast út af þessu, getur verið, jafnvel undirróta af þunglyndi í líf okkar. Fólk getur, það bara leggst í kör og segir ég get ekki neitt og ég kann ekki neitt og það er þessi neikvæðu raddir, hver ertu, hver heldur þú sért, þegar þú talar svona neikvæðu og þú ferð í þunglyndi en undirót, þunglyndi, ég er ekki að segja alltaf, ég er ekki að alhafa heldur getur oft verið ótti, að því þú þorir ekki og vilt ekki gera neitt að því þú heldur að þú sért að mistakast, þú kannt ekkert og getur ekkert hvort þið er og akkurt að hafa fyrir þessu. Þú veist, alls konar þess að lígar djöfulsins og þú bara leggst undir sæng og segir bara, ég nennir ekki. Þetta getur verið bara undiróti ótta. Og líka, bara alls konar minnimáttakennd, höfnunarkennd og framtaksleysi sem að þú upplifir í lífinu, vonleysi. En eins og við lásum áðan, þú veist, Guð gefur okkur von í fagnaðarnættinu, hann gefur okkur von. Stundum getur óttinn verið svo mikill í líf okkar að það getur verið svona líka undirrót af fullkomnunar áráttu til dæmis. Þú gerir ekki neitt að því þið finnst aldrei neitt nógu gott og þú ert með svona fullkomnunar áráttu. En af hverju er það? Það er því að þér eru hræddur hrædd að mistakast, það gerir ekki hlutinu nógu vel og rétt og eins og einhver annar vill hafa þetta. Og sumt fólk hefur ekki einu sinni, það bara þorir ekki að hafa skoðun á neinu heldur vegna þess að ef ég skyldi voga mér að hafa ranga skoðun, ranga skoðun á einhverju, að þá ertu bara kaffarður og þá ertu bara neikvæð og það er ausað yfir þig á Facebook og ég veit ekki hvað á Instagram og þú ert bara lagður í rúst. Þú veist, hvað íslensk þjóðfélagi er bara, við höfum ekki getað hvað þátt í þessu Þetta er hrikalegt hvernig fólk kemur fram við hvort annað á Facebook eða netinu. Og það er eins og þetta sé ekki málfrelsi í þessu landi. Það er alltaf sagt, þú hefur málfrelsi.
Ég spyr mig stundum hvar málfrelsi? Hefur þú rétt á að hafa þína skoðun? Eða þarf hún að vera eins og þín skoðun? Þá hún allt í lagi. Þetta með efni í aðra predikun, sko. Ok, og þegar maður fullur af þessum ótta, óöryggi, þá læðist inn einmitt svona tilgangsleysi. Og þér finnst aldrei vera neitt gott hjá þér. Nógu gott. Jóhannes 10:10 einmitt sem við lásum áðan. Að djöfullinn kom til þess að stela, slátra og eyða. Já, en Jesus sagði, en ég kom til að gefa líf. Líf í fullri gnægð. Fullri gnægð. Amen. Og þú getur spurt eða við, bara, ég meina, ég hef alveg verið á þessum stöðum, sko, í lífinu, þú veist, að upplifa með minnimáttakennd og ég jafnvel ennþá að díla við fullkomnar áratu, þú veist, ég að taka ljósmyndir, ljósmyndir í tölvunni, ég get séð í klukkutímum saman og aldrei pósta neinu að því mér finnst það ekki nógu gott, þú veist, þetta fullkomnar árata. Já, ég ekki nógu góð, ég ekki eins góð og hann, eða ég ekki eins góð og hún, eða hvaða hlutir í lífinu það eru sem að þú ert að gera, framkoma. Það getur bara verið heimilið þitt. Ég ætla ekki að nefna nefna. Nefna heimilið, það þarf að vera svo perfekt, það má ekki sjá strik arða, það má ekki sjá sokkur neinstaðar, þú veist, því það bara heimilið bara glata, sko. Þú veist, þetta getur verið fullkomnun áratan getur komist og læðst inn í lífa okkur á ótrúlegustu stöðum, sko. Og spyrjum okkur bara að því, hver þín sýn á sjálfa þig? Og við þurfum að velta þessu fyrir okkur. Hver þín sýn á sjálfa þig? Finnst þér þú vera nógu góð eða nógu góður? Eða einhver sem hefur sagt við þig að þú ert ekki nógu góður, þú ert ekki í lagi, sko. Jafnvel. Ok, þér finnst þú oft þurfa að sanna þig. Þarft að sanna þig fyrir fólkið og af því að þú finnst þú þurfa að sanna þig að þá ertu bara ekki þú sjálfur eða þú sjálf. Þú lætur ekki einmitt skoðaninn þínar í ljós og maður þarf að þóknast öðrum, já, og fólk sem að kannski mynda hann í sambönd, segir það, veist að það ekki það sjálft, því það heldur alltaf, já, ég verð að haga mér eins og ég held að hann eða hún vilja að ég hagi mér. Klæði mig svona og svona eins og hann eða hún vil að ég klæði mig. Veist, þetta ótrúlegustu hlutir í lífinu sem að smitar okkur og bara fær okkur til þess að vera ekki við sjálf. Ef það röng skoðun sem þú vogar til dæmis að hafa, sko, að þá ert ekki meðtekin. Þetta ótti við að vera ekki meðtekin. Ótti, já, og já, við getum talað þetta endalaust, tekið dæmi í lífinu og já, það voru hlutir og ég meina tími í mínu lífi sem að ég sagði þegar ég var 14 ára, ég ætla aldrei að börn og ég ætla aldrei að gifta mig og samt á ég 5 börn í dag, ég vil bara taka það fram. Og Guð blessaði mig virkilega og ég hef yndisleg börn í dag og Guð endurlausnari, amen. Og jáfnvel eftir líka, ok, ég upplýði skipsbrot í mínu fyrsta hjónabandi og þú veist, faðir barnanna minna en þá jáfnvel sagði og kom djöfullinn með legur og sagði þú ert ekki nógu góð, þú ert aldrei eftir að finna ástina aftur, þú ert bara ónýtt, þú veist, hugsa ykkur, þú ert bara ónýtt og það villi enginn og þú ert bara, þetta bara búið, sko. Þetta bara peiparjónka sem eftir þú veist, alls konar svona legar sem djöfullinn kemur og hann ekkert miskunnsamur, hann ekki miskunnsamur, hann hættir ekkert þegar hann byrjar að ljúga og stela og ræna, hann hættir ekkert, en Drottinn miskunnsamur og ég á yndislegan mann í dag og Guð miskunnsamur og hann endurlausnar Guð, ég vil segja ykkur það og í 1. Korinthubréf 5:17, skulum fara í það vers. Það segir, ef einhver í Kristi, hann skapaður á ný. Hið gamla var það engu sjá, nýtt orðið til. Og þetta okkar von þegar við
þegar við erum í Kristi, þá ekkert sem að Guð getur ekki endurlist, það ekkert sem getur ekki læknað. Og við erum sköpuð á ný, sjá nýtt orðið til. Og við lifum undir í nýjum sáttmála, þess að vitið ekki. Í hérna Gamla testamentinu þá kom Móse með lögmálið og þeir lifðu undir mjög ströngu lögmáli. En það var fyrirrennari af því sem átt að koma, segir orð Guðs. Og við lifum í nýjum sáttmála. Ég skrifaði það ekki hérna niður en það hérna, við getum lesið það í Lúkas 22:20. Það sem Jesús segir við lærisveinana sína þegar hann var með brauðsbrotninguna daginn fyrir áður en hann var krossfestur. Hann segir þetta bikar hins nýja sáttmála sem blóð hans. Og við eigum allt í honum. Þegar við meðtökum hann sem okkar frelsara og meðtökum þetta, meðtökum þennan nýja sáttmála, loforðin, að þá erum við börn hans og við erum erfingjar. Erfingjar samkvæmt fyrirheitinu. Og í Galatabréf 3 stendur það einmitt að þannig var Jesús Kristur Þannig var Jesús Kristur til þess að allar þjóðir fengi blessunina sem að Abraham var heitið og við öll sem trúum að við fengjum andan sem Guð gaf fyrirheitið og sem sagt þennan við erum erfingjar, við erum samerfingjar Krist. Amen. Og já, ég bara held að þetta sé ekki eitthvað undarlega lengra í dag en þú veist, eins og ég sagði, þú veist, þegar heila andi að þegar hann sýnir okkur þetta og gefur okkur opinberun þetta, hver hann fyrsta lagi, nýja sáttmálanum, hann kom, gaf lífsitt, gaf blóðsitt til þess að kaupa okkur, hann keypti okkur frá myrkrinu, frá dauðanum og þegar við erum honum, við erum þessi nýsköpun í Kristi, þá erum við kirkjan hans, við erum líkami hans. Við erum líkami hans og hvað eigum við að gera? Framhaldi af þessu versi í öðru, setjum það bara upp aftur, ekki annað Korinthbrefi, já. Ég skrifaði oft fyrsta, ég held að það sé annað Korinthbrefi. Annað Korinthbrefi, það smá mistök hjá mér, en sáuðu viðbröðin? Það var smá mistök hjá mér og maður alveg bara fer í þessi kerfi, sko. Þetta allt í lagi. Ef einhver í Kristi, þetta annað Korinthbréf 5:17. Ef einhver í Kristi, hann skapaður að ný. Hið gamla var það engu sjá nýtt orðið til. Allt frá Guði sem hann sætti oss við sig fyrir Krist. Hann sætti oss við hann sem Kristur. Amen. Í blóði hans. Og við erum erfingjar, við erum börn. Því að það var Guð sem í Kristi sætti heiminn við sig, hann tilreiknaði þeim ekki afbrot þeirra og fól oss, sem sagt, kirkjunni að boða orð sáttargjörðarinnar. Amen. Það hlutverk kirkjunnar að boða orð sáttargjörðarinnar. Við erum því erindrikar Krists eins og það væri Guð sem ámyndi þegar við erum áminnum. Við byggjum í Krists stað látið sættast Guð og þann sem þekkt ekki synd gjörði hann að synd vor vegna til þess að við skildum verða réttlæti Guðs í honum. Þetta svo magnað og Guð vill leysa kirkju sína. Við tökum við Jesú sem okkar frelsara og við segjum já, kontin í líf mitt, verður leiðtogi lífs míns en gefumst við honum, erum við að gera hana drottni í líf okkar, erum við að deyja sjálf okkur og taka upp krossin eins og segir og fylgja honum. Guð hefur ætlað kirkjunni svo magnað hlutverk, það þetta. Við eigum að vera ljós í heiminum, segir. Við erum ljós heimsins, við erum salt jarðar. Við eigum að boða fagnarandi þetta lausnarverk. Við erum erindrekar. Þú veist, þetta magnað sem Guð segir mig og þig, en það alltaf djöfullinn sem kemur að drepa þetta niður með einhverju minnimáttakennd, með einhverju ótta við fólk, ótta við að segja sannleikan, ég vil tala sannleikan, ótta við það að segja ég kristinn, ég elska Jesú. Ég lendi í því bara lítið dæmi á föstudaginn í vinnunni. Ég var ég er inn á söluskrifstofu.
Og ég þurfti að labba fram og fram fyrir svona afgreiðsluborði og tala við eitthvað fólki sem var þarna bak við afgreiðsluborði, starfsmennina. Og það var föstudagur, allir voru hressir og tilbúin í helgina, sko. Og ung stelpa sem þarna að vinna, hún 18 ára, hún segir eitthvað svona, jæja, hvað á að gera helgina? Þetta að gera eitthvað skemmtilegt helgina. Og hún var svo spennt fyrir að vinnudagurinn var að lokið. Og það var kúnnar viðskiptamenn bak við mig og ég segi bara að því það var efst í huga mínum bara já, ég að fara að predika, ég að fara í kirkjun og bara ég segi það all helgin sem fer ég að undirbúa þessa predikun sko og ég segi hvað á ég nú að segja og ég segi var svona horfa, hverjir eru að hlusta og ég segi bara já sko ég ákvað bara að vera bara djörf og ég segi já, ég að fara í kirkjuna og ég á með þess að predika, sagði ég á með þess að predika og hún já, það? Alveg bara, henni fannst það mjög athugavert, já, frábært og eitthvað og ég segi bara, það eitthvað að hlusta hérna bakvið, en þú veist, það akkurat á svona mómentum sem að maður kannski buktir og já, ekkert sérstakt eða, já, ég bara klappa sjónvarpið eitthvað, þú veist, ég veit ekki hvað kemur upp í huga ykkar, en þegar við fáum svona tækifæri, ég sagði við Eyva þegar ég kom heim, ég held að Guð hafi verið að reyna mig í dag. Ég veist bara, hvar stendurðu? Hvað ætlarðu að viðurkenna það, þú veist? Og þau vita alveg, ég í kirkju, þú veist, ég elska Kristin, ég elska Guð, já, Krist. En þetta, þú veist, ætlarðu að viðurkenna að þú ert að fara að predika, actually, að viðurkenna hvað þú elskar Guð mikið, að viðurkenna hvað þú ert mikið Kristin. Það að fólk svona, titlar þetta alltaf, setur svona í svona mælistig og flokka, já ég er bara alveg nógu kristin sko, ég er með mína barnatrú, það ekki bara alveg nóg, veist, eða ætlar að segja, Jesús á mitt líf, ég bara lifi fyrir Jesú, ég lifi fyrir Krist, þú eru að segja það, eða segja bara, já, ég trú alveg Jesú, og ekki svona að gera lítið úr, við þurfum að skoða hjart okkar, hvar við erum, og ertu gefin Kristi, ertu krossfestur með Kristi, ertu búin að taka upp krossin og fylgja honum í því sem að hann vil nota lífið þitt. Og Guð vil losa okkur við, ég trúi því það bara það sem Guð vil gera í dag, hann vil bara leysa fólk frá þessum ótta og minnimáttarkennd og öllu því sem að ekki frá Guði. Guð hefur bara gjafir handa okkur og hann vil bara gott fyrir okkur. Og ég með 29:11 aftur við koma að því. Því ég þekki þær fyrirætlunir sem ég hyggjum yður, segir Drottinn, að gefa yður vonaríka framtíð. Og þannig að, ég ætla að skilja það eftir hjá okkur og bara, skulum ekki samt gleyma þess orðið, lefum að marinastari líf okkar og skoðum það, á hvaða sviðum í lífi mínu þarf ég lækningu. Þarf ég svona að rétta mig af í rauninni gagnvart orðið Guðs í minni sín á hver ég er. Amen. Halleluja. Díse þér Jesús. Það rosalega margt þarna sem við þurfum að gera betur í. Það bara þannig, ég ætla ekki að bara ykkur að hausa með það. Það bara eitthvað sem að Guð þarf að fæða fram. Eitt af því sem að mér var svo sterklega hugsað þegar hún var að tala, er svo áhugavert þegar Ísraelsmenn fara inn í fyrirheitna landið. Þá kemur Guð ekki með 10 atriði hvernig þeir átt að, þið vitið, vera besta útgáfan af sjálfu sér eða eitthvað, þið vitið, eins og ég myndi sjálfsagt koma með. Hann sagði aftur og aftur og aftur verið hughröst. Og þegar maður að stíga frá þessum hugsunarhætti þá þarf maður hugrekkivinir. Og við erum hér, kirkjan búin að fara svolítið mikið svona út í horn. Kirkjan þarf að fara að taka stöðu sín á ný. Og það þýðir ekki að vera með hugafar þar sem við upplifum okkur bara minnin allt. Þegar Guð búin að setja í okkur kraft hans, Jesús býr innra með okkur. Það þýðir að sá sem reis upp frá dauðum býr innra með þér. Það þýðir að þú getur risið upp í öllum kringumstæðum.
Þú þarft ekki að liggja flatur gagnvart öllum kringumstæðum lífsins og kirkjan þarf að rísa upp. Hún þarf að vita hver hún og hún þarf að ganga fram í djörfung. Það sem að Guð sagði aftur og aftur við Ísraelsmenn forðum daga var verið hughröst. Verið hughröst. Hann nefndi það 4 sinnum. Verið hughröst. Og vinir, þegar við erum búin að alast upp eða leyfa ákveðnum kringumstæðum eða hugsunum eða orðum sem að vera talað við líf okkar, þegar við leyfum því að vera raunveruleikin okkar sem við gerum öll. Þetta eitthvað sem við gerum öll, nota bene. Þá þurfum við að vera hugrökk og treysta því að Guð viti hver við erum. Og við þurfum að treysta orðum hans. Og ég hef ekki tölu á því hversu oft ég hef staðið frammi fyrir ókljúfum kringumstæðum og ég hef þurft að tala í mig kjark og minna mig á allt megnar þú sem bað fyrir hjálp hans sem að þig styrka gjörir. Meiri sá sem í þér heldur en sá sem í heiminum. Hann mun fullkomna það verk sem hann hefur hafið. Ég hef þurft að tala í mig kjark og líf. Orð Guðs líf. Og vinir, ef að þú vilt breyta hugsuninni, lestu orðið og talaðu út orðið. Þetta það sem að breytir þér. Þetta það sem að breytir okkur. Og vinir, rísum á fætur. Munið þegar Guð skapaði heiminn, hvað notaði hann? Hann notaði orð. Og vinir, ef að Guð vill nota þitt líf, þá þarf að nota orð til að skapa þá framtíð sem að Guð hefur fyrir þig. Og ekki láta óvininn draga úr þér kjark. Hann sigraður fyrir blóð lambsins. Fyrir 2000 árum var hann að engu gjörður. Og Biblían talar að þegar við munum sjá hann í eilíðinum, við munum horfa á hann og segja, þetta sá sem afvegarleiddi alla heimsbyggðina? Og vinir, bíðum ekki eftir því að við sjáum það þá. Sjáum það núna. Ekki leyfa honum að komast upp með þetta og þegar þið upplifið að óttinn kemur yfir líf ykkar, út af því það mun gerast. Þegar þið upplifið vondar hugsanir, þá svörum við með orði Guðs. Við tölum út orð Guðs. Við tölum frið inn í hug okkar. Við tölum frið inn í hjart okkar. Og við persónulega, við hjónin erum í afar sérstakri stöðu okkur núna. Við eigum eign í Grindavík og við höfum smá áhyggjur. Vitið það, Guð að kenna mér svo magnaða hluti í gegnum þessar kringumstæður, út að ég veit hann stærri en þessar kringumstæður, hann meiri en þessar kringumstæður. Þetta tækifæri fyrir mig til þess að lofa Guð með nýjum hætti í nýjum kringumstæðum. Og ég vil hvetja þig og ég vil hvetja mig til þess að gera nákvæmlega það. Ekki leyfa óvinnunum að sá einhvern ótta eða hræðslu eða eitthvað sem að hann vill til þess að leggja því flatan fyrir einhvern kringumstæðum sem að þú átt að fljúga yfir. Og vinir, við eigum að fljúga yfir kringumstæðurnar. Og þegar við vonum á Drottinn, þegar við tölum út orðið, þá erum við að vona á Drottinn. Við erum ekki að vona á okkar eigið hyggjuvit eða við höfum svör við öllum kringumstæðum. Við erum að vona á hann. Og þegar við förum að vona á Drottinn, að þá fáum við nýjan kraft. Við svífum upp á vængjum sem ernir. Við hlaupum en við líumst ekki. Við göngum og við þreytumst ekki. Þetta það sem að Guð hefur fyrir okkur. Þannig að mig langar til að bjóða þér að stíga fram í djörfung í dag. Og bara virkilega, Þorgerður sagði það svo vel. Hver ertu? Biblían kallar okkur konunglegt prestafélag. Við erum samerfingjar. Og vitið það, Guð á allt. Við erum samerfingjar. Þannig að við þurfum ekki að hafa áhyggjur. Við þurfum ekki að óttast. Við þurfum ekki að hugsa morgundaginn og hafa áhyggjur af því. Hann mun sjá okkur. Og það sem að meira vinir, við eigum að sjá hvort annað. Við eigum að lyfta hvort öðru upp. Við eigum að blessa hvort annað. Og kirkjan þarf að vera á hreyfingu. Má ég heyra með? Halleluja. Þannig að við ætlum að taka vald í andanum hér í dag.
Við ætlum að lyfta upp höndum okkar og við ætlum að lýsa því yfir að við erum hans hér í dag. Drottinn, við bara komum fram fyrir þig, heilagi Faðir. Ég þakka þér fyrir það, Drottinn minn, að þú hefur gert okkur að höfuð en ekki hala. Drottinn minn, kraftur þinn býr innra með okkur. Það þýðir, Drottinn minn, að allar kringumstæður sem að við göngum í gegnum hefur þú treyst okkur fyrir. Og Drottinn, ég bara ákalla nafn þitt, Drottinn. Halleluja, það sem er vonleysið, þá tala ég Jésu. Það sem er, Drottinn minn, halleluja, þunglindi, þá tala ég Jésu. Orabashiak, það sem er kvíði, þar tala ég Jésu. Halleluja, þetta nafn sem er hverju nöfnum æðra. Og Drottinn, ég bið, Drottinn, að þú gefur okkur andakraftar en í stað hugleysis. Að þú gefur okkur von í brjóst í staði fyrir vonleysi, halleluja. Að þú gefur okkur, Drottinn, hugrekki þegar við finnum, Drottinn minn, að við erum smá. Því að allt megnum við fyrir hjálp þína sem okkur styrkjörir í Jesú heilaga nafni. Í Jesú heilaga nafni. Rikarabasiturabahaya, Jesus. Halleluja. Halleluja, Jesus. Kirabashi kirabahaya. Ég tala Jésu. Ég tala Jésu. Ég tala Jésu nafnin í líf og hugsanir okkar, í hugrenningar okkar, inn í tilfinningarlífið okkar. Ég bið að hreinsa alla okkar veru með blóði þínu, heilagi Faðir. Hirabashiak, halleluja. Því hann er góður. Hann er alltaf góður. Þótt að rigni úti, þá er hann góður. Þótt að stormurinn komi, þá er hann góður. Þegar það var sól á þann, þá var hann góður. Þótt að gjósi, þá er hann góður. Þótt að gjósi yfir húsið mitt, þá er hann góður. Hann er alltaf góður. Og ég þarf ekki að hafa áhyggjur. Og það sama gildur þig, vinur minn. Þú þarft ekki að hafa áhyggjur. Hann vill bera þína byrðar og í staðinn fyrir að vera eitthvað að burðast með byrðarnar, leyfðu honum að taka þetta. Gerum það í Jesú nafni. Leyfum honum að taka byrðarnar okkar og bara gefum honum það í Jesú nafni. Það biðjum hérna stólpan okkar að koma fram og við ætlum að biðja. Ef að þú vilt fá fyrirbæn hérna í dag, Guðmundur ætlar að segja. Ég ætla bara rétt að bæta hérna aðeins inn í arfinn. Það segir, Drottinn gaf okkur heilan anda sem pant í hjörtum okkar. Þetta orð pant, það þýðir fyrirframgreiddur arfur. Amen. Nú samkoman á enda. Við þökkum fyrir að hafa verið hér, en við værum alveg til í að sjá þig hér í kirkjunni okkar. Við erum kirkja fyrir þig. Láttu sjá þig og leyfðu okkur að gefa þér þann kærleik. Takk fyrir að vera með okkur í dag og Guð blessi þig út vikuna. Sjáumst eftir eina viku.